Kæru gestir, verið öll hjartanlega velkomin á uppskeruhátíð íslensku ánægjuvorunar, bæði þið sem eru hér með okkur í sal og eins þið sem eru með okkur í streyminu. Og í dag svo sannarlega dagur til að fagna, því að þetta í 27. skipti sem að ánægja Íslendinga mæld með þessum hætti. En íslenska ánægjuvogin, hún hefur þann tilgang að hvetja fyrirtæki til að hlúa að ánægju viðskiptavina og veita þeim samræmdan og hlutlausa mælikvarða frammistöðu sín á milli ára og líka í samanburði við helstu samkeppnisaðila. Og það mikill heiður fyrir fyrirtæki að vera hæst á sínu markaði í íslensku ánægjuvoginni og mörg setja sér markmið því tengt. Og í stjórn íslensku ánægjuvorunar, auk mín, eru Gunnar Thorberg og Lóa Bára Magnúsdóttir. Og ég vil nota tækifærið og þakka þeim báðum fyrir frábært samstarf og dýrmætt framlag í gegnum árin. Og á næsta aðalfundi ánægjuvorunar þá munu nýir stjórnarmenn taka við sem við bjóðum velkomin og það eru þau Ásta Ólafsdóttir, forstöðumaður rekstrarþjónustu Origo og Kristján Skram, en hann framkvæmdastjóri Instrument-ráðgjafar. Og sjálf heiti ég Gunnhildur Arnardóttir, formaður stjórnar ánægjuvorunar og framkvæmdastjóri Stjórnvísi. Og Stjórnvísi stærsta stjórnunarfélag á Íslandi í eigu sinna félagsmanna og rekið án fjárhagslegs ávinnings. En íslenska ánægjuvogin, hún fylgir alþjóðlegum stöðlum og reglulega borin saman við bæði evrópsku og bandarísku ánægjuvogina. Og þannig tryggjum við að niðurstöðurnar það standi samanburð, ekki bara hér heima, heldur líka út fyrir landsteinana. Og það sem gerir íslensku ánægjuvogina svo einstaka og ólíka öllum öðrum rannsóknum að það veitir enginn með vissu á hvaða tíma verið að mæla hvaða markaði eða bara hreinlega hvaða markaði verið að mæla. Og fyrirtæki þau geta ekki heldur keypt sig inn í ánægjuvogina fyrirfram eða pantamælingu og það stjórn ánægjuvorunar sem ákveður ár hvert hvaða markaði skuli mældir. Og þannig sköpum við traust og hlutleysi. En það held ég öllum ljós sem hér inni að ánægja viðskiptavina ekki föst stærð og það ekkert sem heitir að hafa áskrift af ánægjuvoginni því fyrirtækin þurfa stöðugt að vinna að ánægja viðskiptavina. Og það sérlega mikilvægt þar sem að rannsókn sýna skýrt þetta samband sem á milli að því ánægðari sem viðskiptavinur því meiri fjárhagslegan ávinning geta fyrirtæki vænt. En hvaða markaði skyldi nú vera að hækka í ár og fyrirtæki og hverjir að lækka? Og af hverju það verðið, þjónustan, gæðin eða upplifunin? Það fáum að vita hér rétt á eftir og það ekki eftir neinu að bíða og ég ætla því að bjóða Trausta Haraldsson, framkvæmdastjóra Prósent, velkomin, gjörðu svo vel. Takk hérlega fyrir flott lófaklapp. Það ánægjuleg stund klukkan 3 á fimmtudegi. Og ég ætla að fara svona örstutt yfir aðeins aðferðafræðina og aðeins ánægjuvogina og aðeins fara í smá skemmtilega niðurstöður og síðan hendum okkur beint í niðurstöðuna sem allir að bíða eftir. Gunnhildur fór vel yfir tilgang og markmið, mjög flott markmið eins og sjáum hérna. Eitt sem langar að bæta við þessi markmið að það sem ánægjuvogin að gera líka að halda okkur íslensku fyrirtækjunum á tánum. Þannig að við sem að veita það góða þjónustu að íslenskir neytendur fari síður erlendis líka. Þannig að þetta alveg gífurlega mikilvægt tól og aðferðafræði sem nýtist íslensku fyrirtækjum á okkar mati. Sjálft stutt framkvæmdatímann, hann gerður frá apríl til desember og eins og Gunnhildur sagði, það aldrei vita hvernig maður rannsaka hvern markað fyrir sig og þetta bara öll þjóðin 18 ára og eldri og það miðað við að finna 2000 svör á hverju markaði. Núna eru 15 markaðir sem við erum að mæla. Við bættum við 9 markaði núna. Að öllu jöfnu hefði þessi markaði verið þá 16 talsins en það datt einn markaður út í fyrra. Það var út af því að eitt fyrirtæki fór í verkfall eða
gjaldþrot, það var Play. Þannig að því miður þá getum við ekki verið með þann markað þegar bara einn aðili á þeim markaði. Því miður, en það gæti nú alveg einhvern tímann á næstu árum komið annað flugfélag, þá getum við aftur mælt þann markað. Og einmitt, nú komið nýr markaður sem skyndibitamarkaðurinn. Þannig að það verður mjög gaman og spennandi að sjá niðurstöður þar. Fór einu fram hérna. En hérna sjáum við öll 51 vörumerki sem voru mæld, sem náðu tilætluðum fjölda til að hægt sé að reikna svona áreiðanlega niðurstöður mat þeirra á markaðinum. Og bara til að sýna fram á það hvaða fyrirtækin mikið að nýta sér þessar niðurstöður þegar fá ánægjustu viðskiptavinina, bæði til starfsfólks og til viðskiptavinna svona út á við og ekki tala það aðeins að stríða samkeppnisaðilum. Þetta bara dæmi þennan flottar auglýsingar sem verið að hampa íslensku ánægjuvoginni og verið með ánægjustu viðskiptavinina. Bara örstutt, fyrirtæki sem í efsta sæti fá annað gott gildamerkið og ef það gullmerkið þá ertu marktækt ánægri heldur en það fyrirtæki sem í öðru sæti. Nú, ef þú fær blámerkið þá ertu líka hæstur en það getur stundum munað mjög litlu og gott að hafa það í huga, en þetta eru sigurvegarnir, það er 1, 2, 3. Spurningarna á ánægjuvoginni eru 3 talsins og viðskiptavinir að gefa einhvern frá 1 upp í 10, 10 er sjálfsögðu hæst og hver af þessum 3 spurningum hefur jafn mikið vægi og þær eru endurreiknaðar sína skalanum 0 til 100. Og í módelinu er að sjálfsögðu fleiri spurningar, þar sem maður kannar sjálfsögðu með ímyndina sem hefur gífurlega áhrif á ánægju viðskiptavina. Það eru væntingarnar, gæði þjónustu og vöru og virði þjónustu, verðþátturinn og tryggðin og undir því er líka meðmælaspurningin og síðan er það kvartanirnar. Þær hafa gífurlega mikil áhrif á ánægju og tryggð viðskiptavina líka. Og talandi kvartanir, þá langar mig að sýna ykkur hérna niðurstöðu fyrir öll fyrirtækin sem voru mælt núna. Og á heildina litið þá voru 19% neytenda á Íslandi sem lenti í einhverju þjónusturofi á síðastliðnum 12 mánuðum. Er það hlutfall hátt eða ekki? Nei, þetta er eðlilegt hlutfall, en það sem er dálítið sorgleg niðurstaða hérna er að 15% sem lenti í þjónusturofi létu ekki fyrirtæki vita. Þannig að fyrirtæki getur ekkert gert. Og þegar svoleiðis er þá er oft hætt á því að viðkomandi í viðskiptunum fari bara eitthvað annað, sem þetta er samkeppnisaðila. Þannig að voru einhvers 4 af hverjum 100 sem voru að láta vita. En þeir sem láta vita þá er alveg frábært tækifæri til að gera vel úr því og snúa þeim úr neikvæðum í mjög ánægju viðskiptavinni og trygga. Hvernig höfum við staðið okkur í fyrra í slíku? Því miður 53% eða meiri hluti Íslendinga sem lentu í þjónusturofi og kvörtuðu gáfu að mínu mati svona falleinkunn, 1 til 6 í einkunn. Þannig að ég hampra alltaf þessu, þetta er svona líkillinn, bara grunnurinn í allir þjónustu til viðskiptavina að vera mjög öflugt ábendingakerfi sem tekur á hrósi og kvörtunum og fleiru og þetta sé unnið jafnt og þétt yfir allt árið. Þannig að gífurlegt tækifæri og þeir sem lenda einmitt í þjónusturofi, það er mikill munur hversu ánægðir þeir eru heilt yfir. Þeir sem lendu ekki í þjónusturofi gefa 73,7 af 100 en leiður lendur í þjónusturofi þá er heildaránægðin farin úr 73,7 niður í 63,3 og þeir sem kvörtuðu og eru þannig að bjóða fyrirtækjunum aðeins að bæta þjónustuna tilbaka gefa einungis 56,7 á heildarupplifunina. Þannig að hérna sé ég fullt af tækifærum fyrir fyrirtækin sem við erum að mæla. En að sjálfsögðu er þetta mjög mismunandi eftir fyrirtækjum að mörkuðum, klárlega. Alltaf gaman að sýna heilt yfir hverju eru ánægðir viðskiptavinir heilt yfir á Íslandi. Það eru konurnar, þær eru marktækt ánægðari en karlmenn. Og hérna ef við skoðum aldurshópinn þá er það yngsta kynslóðin, Z-kynslóðin og svona elsta uppgangskynslóðin sem eru marktækt ánægðari en aðrar kynslóðir. Og þeir sem vilja taka gott spjall og vita á hverju það er, þá getur þið velkomið að bara kíkja í heimsókn til mín. Ég skal fara yfir það. Síðan vildum við aðeins skoða svona hvaða markhópar eru svona ánægðastir og hverjir eru óánægðastir. Og það eru 55 til 64 ára konur á landsbyggðinni. Og síðan, því miður, 35 til 44 ára karlar á landsbyggðinni. Þetta er óánægðasti hópurinn. Það veit svo skemmtilega til og það er bóndadagurinn á morgun. Þannig að þið fyrirtækin gætu komið eitthvað alveg ótrúlega góð tilboð sem henta fyrir þessa karlmenn og þannig búið til aukningu hérna hjá 30, 50, 44 köllum á landsbyggðinni. Hér sjáum við öll þessi 51 fyrirtæki fullt af punktum
og í draumaheimi væru öll fyrirtækin hérna uppi til hægri, þar sem grænu punktanir eru. En það ekki svo, það gífurlega mikill munur á ánægju og tryggð viðskiptavina hjá fyrirtækjunum og fer alveg niður í ca. 62 stig og alveg upp í 84 stig. Þannig að það gífurlega mikill munur á hvernig fyrirtækin að standa sig í huga viðskiptavina. Já. En það ég búinn að fara mína yfirferð og við ætlum að fara núna í verslunarmiðstöðvarnar og gjörðu svo vel, Gunnhildur. Það mér mikil ánægja að kynna fyrsta verðlaunahafan hér í dag og hæst verslunarmiðstöðva í ár Kringlan með 67,39 stig og það Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Kringlunnar sem ætlar að veita viðurkenningu móttöku. Já, takk fyrir. Fyrst og fremst takk við bara öllum viðskiptavinum Kringlunnar og án ykkar værum við náttúrulega ekki að standa hér. En þetta líka sannur vitnisburður það hversu frábært starfsfólk við höfum og ég vil þakka þeim fyrir virkilega vel unnin störf. En starfsfólki okkar bara hjarta Kringlunnar og það sem vel gert leiðir til þess að verslunareigendur ánægðir og þannig að þá starfsfólk ánægt og þá eru viðskiptavinir ánægðir. Við leggjum metnað okkar í að gera heimsóknir í Kringluna ánægjulegar og þægilegar og við erum að vinna með lifandi og skemmtilega upplifanir og við erum til dæmis með bóndadagsleik núna og en það gaman að sjá að þessi vinna að skila árangri. En þetta hvetur okkur líka til að gera betur og við munum halda áfram að þróa þjónustur og nýjungar og skemmtilegar upplifanir til að gera heimsóknir í Kringluna eftirminnilega. Nú, að lokum vil ég minna á það að það sem gerir Kringluna einstaka ekki einungis verslanirnar eða einhver ákveðin tilboð eða eitthvað slíkt. Það þessi mennska sem við sýnum hvort öðru, það brosið, hjálpsemin og samvinnan. Þess vegna erum við stolt af því að vera í samfélagi eins og Kringlan og sem að leggja metnað í góða þjónustu og þessi verðlaun tilheyra öllu því starfsfólki Kringlunnar sem að leggja hjarta sitt þar daglega. Takk fyrir. Eiginlega til hamingju Kringlan. Þetta sýningu niðurstöðunar. Spennandi að sjá hvernig samanburðurinn var á milli Kringlunnar og Smáralindarinnar og kíkjum á það ef eitthvað gerist hjá mér. Já, það eitthvað klikkið sér hjá okkur. Tæknilegir örðugleikar Ég held ég verið bara að koma yfir og sjá hvað veldur. Já. Einhverju vort farið hér. Allir í stöðu ekki. Svona. Svínvirkar maður. Ég tek tæknilegt gjald fyrir þetta maður. Herðu, sjáu þetta. Eins og ég segi, þetta var bara svona 100 metra hlaup og 0,01 sekúnda hraðara. 67,39 og 67,38. Þetta var þræl spennandi og við reiknum þetta held ég 7 sinnum og það var alltaf sama niðurstaða. En Kringlan hæst og til hamingju með það. En skoðum aðeins þróunina, það nefnilega mikilvægt. Og þið sjáuð að Kringlan að hækka um 4,2 stig. Og Smáralindin hækkar líka, en það ekki alveg smíkið. Ef við skoðum samt aðeins söguna, hvað var að gerast, hvað hugsanlega gæti hafa verið að gerast það náttúrulega búið ótrúlega jafnt á milli Kringlunnar og Smáralindana frá upphafi mælinga frá árinu 2020, mjög svipað á milli. Þið sjáum svona aðeins stífu 2024 hjá Kringlunni og kannski svona helsta sem gerist þá var bruni í Kringlunni sem hafði sannarlega áhrif á þjónustuna og margt fleira og margt sem ætti á þeim. En þeir koma sterklega tilbaka og ég bý bara spenntur að sjá hvernig munurinn verður á næsta árið milli Kringlunnar og Smáralindarinnar. Það bara þannig. Og þá komið að raforkusölu. Já, verðlaunahafi og hæst allra raforkusala Orka náttúrunnar með 69,4 stig og það Sara Sigurjónsdóttir, teymistjóri þjónustu hjá Orku náttúrunnar sem veitir viðurkenningu móttöku. Gjörðu svo vel.
Vá, kærar þakkir, þvílíkur heiður að vera með ykkur í dag og taka við þessari viðurkenningu fyrir hönd Orku náttúrunnar 7. árið í röð. Ég er sjálf búin að vinna hjá Orku náttúrunnar í 7 ár einmitt, þannig að þetta er svona ekstra sætt fyrir mig. En þetta er auðvitað bara fyrst og fremst starfsfólkinu okkar að þakka og fólkinu sem að mætir alla daga og leggur sig 110% fram við að veita framúrskarandi þjónustu en það er ekki bara við framlínu fólkið sem eigum heiðurinn af þessu. Það er ótal starfsfólk sem er hjá okkur sem vinnur hörðum höndum bak við tjöldin og ekki má gleyma starfsfólkinu hjá okkur í virkjununum sem tryggir framleiðslu á rafmagni og heitu vatni á alla daga. Þannig að bara takk öll, án ykkar værum við alls ekki hér í dag. Við viljum líka þakka viðskiptavinum okkar af því að án þeirra auðvitað værum við heldur ekki hérna í dag og okkur hefur stundum í framlínu hjá Orku náttúrunnar verið lýst sem svona starfsfólki í sálgæslu fyrir stressaða rafbílaeigendur með drægnikvíða á ferð landið. Og það er bara algjörlega þannig og drægnikvíðinn hann er raunverulegur og þá er ofboðslega gott fyrir fólk að fá rólegan og yfirvegaðan starfsmann sem er með þjónustuna upp á 10. Þannig að bara takk viðskiptavinir Orku náttúrunnar fyrir að treysta okkur í alls konar aðstæðum. En þessi viðurkenning hún minnir okkur á að við þurfum stöðugt að hlúa að góðri þjónustu. Og við þurfum að hlusta á viðskiptavinnin okkar, heyra hvað þeir segja og þetta er klárlega svona veganesti fyrir okkur og hvatning fyrir okkur til þess að halda áfram að gera vel og veita framúrskarandi þjónustu áfram og já, ég ætla ekki að hafa þetta neitt rosalega langt en mér langaði bara til þess að óska öllum hérna til hamingju með árangurinn. Það er ótrúlega mikill heiður að fá að tilheyra svona flottum hóp. Takk fyrir okkur. Til hamingju Orku náttúrunnar og við ætlum að sjá hvernig skorið var á þessu markaði. Orku náttúrunnar með 69,4 stig og HS Orka með 68,3. Það er orðið spennandi hérna á milli. Orkusala með 63. Skoðum hérna þróunina á milli ára og hann hækkar sig yfir 0,3 en það er mjög stórt stökk hjá HS Orku og við vorum að skoða svona í sögulegu samhengi þeir náttúrulega lentu í ýmsu árið 2024 og það eru eldgos og ýmislegt fleira sem gerðist og sannarlega við haft áhrif á viðhorf viðskiptavina þar en nú er þetta mjög spennandi en orkusalan lækkar hérna 4 stig þannig að þetta er svona mjög spennandi hérna á milli HS Orku og Orku náttúrunnar og við skoðum hérna þróunina og það sjáum við hérna hvað HS Orka stekkur hérna upp og Orka náttúrunnar er sjálfsögðu og 7. árið efst í röð sem er frábært en verður spennandi að sjá hvernig næsta ár verður og þá er að komið að byggja. Já, verðlaunahafi og hæsti byggingavöruverslana er Byko með 69,6 stig og það er Haraldur Bergsson, framkvæmdastjóri smásölusviðs Byko sem veitir viðurkenningunni móttöku. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég vil byrja á að þakka viðskiptavinum okkar fyrir 9. árið í röð. Kæra samstarfsfólk Byko, takk fyrir. Þið eru frábær. Þetta er okkar sigur og gefur okkur svo sannarlega tilefni til þess að fagna. Íslenska ánægjuvogin er stóri mælikvarðinn okkar sem talar beint inn í framtíðarsýn Byko, sem er að skapa bestu heildarupplifun okkar viðskiptavina í fegrun og framkvæmdum heimila. Samkeppnisumhverfið veitir okkur mikið aðhald og heldur okkur við efnið. Niðurstöðurnar hvetja okkur enn frekar áfram. Þess vegna er eitt af stóru markmiðunum okkar á þessu ári að styðja við fólkið okkar í þjónustu, þjálfun og vöruþekkingu. Með það að leiðarljósi að við getum leyst viðfangsefni okkar viðskiptavina
hverju sinni með því að senda hann í burtu með allt það sem hann þarf til verksins. Þetta metum við sem einn mikilvægasta þáttinn til að halda viðskiptavinum okkar ánægðum. 9 ár, takk fyrir. Bíkó 9. árið í röð og við skulum skoða stigin. Bíkó efst 69,6, Bauhaus hérna í öðru sæti með 67,5 og Húsasmiðjan með 66,4. Og skoðum hérna þróunina, þá hérna Bíkó að lækka eilítið, þó sé nú ekki mikið, og Bauhaus stendur svona í lengst að, hækkar 0,2 stig og Húsasmiðjan hækkar 1,1 stig. En þegar við skoðum svona þróunina þá hefur sérlega sjaldan verið eins lítill munur á markaðnum, þannig að þetta ansi spennandi og verður bara gaman að sjá hvernig næsta ár verður í þessu. En þá komið að næsta markaði sem eru matvöruverslanir. Þekkt hæst matvöruverslana Krónan með 72,7 stig og það Guðrún Aðalsteins. Takk kærlega fyrir og mikið gaman að vera með ykkur öllum hérna í dag. Þetta mikið fagnaðarefni og ég vona að þið séu að gera eins og við hérna í Krónunni. Við ætlum að fara út að borða eftir og aðeins að skála fyrir þessum árangri. En við erum auðvitað gífurlega þakklát. Við erum stolt líka en við erum fyrst og fremst auðmjúk yfir þessum árangri og við erum gífurlega þakklát sérstaklega okkar viðskiptavinum. En þetta í 9. skipti sem við erum að hljóta íslensku ánægjuvogina. Spurningin hvað það sem skapar svona raunverulega ánægju hjá viðskiptavinum? Og ég held að svarið sé í rauninni bara mjög einfalt, en það að leysa þarfir fólks og það að einfalda þeim lífið. Og það það sem við reynum að gera í Krónunni. Það eru yfir 40.000 manns sem koma í verslanir Krónunnar á hverjum degi, en við erum með 26 verslanir, við erum með snjallverslun og við erum með 1250 einstaka starfsmenn sem starfa hjá okkur. Það gífurlega gaman að vinna í Krónunni. Ég ótrúlega þakklát okkar frábæra starfsfólki og ég hlakka til, ég ekki að ljúga, ég hlakka til að mæta í vinnuna okkur einasta degi. Og það algjör gjöf og ég held að það sé líka lykillinn að þessum árangri sem við erum að ná. Það auðvitað starfsfólkið og það gaman að vera í Krónunni. Við erum metnaðarfull og við reynum alltaf að gera betur í dag en í gær. Við erum stöðugt að þróa okkur áfram og finna nýjar leiðir til þess að þjónusta okkur viðskiptavini. En við gerum það alltaf þannig að við erum ekki að gleyma þessum kjarna málsins og það að skapa virði fyrir viðskiptavini. Mér langar líka að þakka Festi. Mér langar að þakka þeim fyrir að trúa á okkur og trúa á vegferðina okkar og styðja vel við okkur. Þetta verður bara frábær dagur og ég óska ykkur öllum hérna inni innilega til hamingju og takk fyrir okkur í Krónunni. Til hamingju Krónan, frábær árangur og gildamerkið 72,7 stig og hér alveg svona töluverður munur á milli þeirra og helstu samkeppnisaðila. Og munur hérna alveg 5,5 stigum frá milli Krónunnar og bónusar. En gott að skoða þróunina milli ára. Krónan lækkar eilítið, það sé ekki marktækur munur samt sem áður. Bónus hækkar 1,2 stig. Costco í svona heildsölunni matvörum að hækka. Netto líka og 1 stig hjá Hagkaup. En ef við skoðum svona þróunina frá hérna árið 2011-12, þetta var bara mjög svipað allt hjá öllum. Síðan svona kringum 2018 þá byrja Krónan að taka fram úr og búin að vera með svona afgerandi fórustu frá því og bara vel að sé vikið, stöðugt að vera á tánum. En þá koma næsta markaði, það fjarskiptafyrirtæki. Já, sigurvegari og marktækt hæst allra fjarskiptafyrirtækja Nova með 72,4 stig. Þetta var stærsti skemmtistaður í heima að láta heyri sér, en það Silvía Kristín Ólafsdóttir forstjóri Nova sem tekur móti viðurkenningunni.
Það er svakalega sætt að taka við þessari viðurkenningu fyrir hönd Nóa-liðsins og svakalegur heiður 17. árið í röð. Og eins og Gunnhildur sagði áðan, þetta er ekki sjálfsagt. Það er ekki hægt að vera áskrifandi af þessum verðlaunum og við erum alltaf að díla við viðskiptavini sem eru með dýnamískar kröfur og við erum alltaf að uppfylla þær og það er svolítið kúltúrinn og það sem að Nóa hefur skapað og ég er endalaust stolt fyrir að fá að vera með í þeirri vegferð af því ég er nýkomin. Þannig að þvílíkt er ég heppin. Þetta er líka ekki bara átak, þetta er þrotlaus vinna og ótrúlega mikið og hérna er bara allt teymi mætt. Þetta er tækniteymi, þetta er verslanirnar, þjónustan, allir sem að binda höndum saman og ná þessum svakalega árangri og því getum við verið ótrúlega stolt af samstilltu teymi sem er með óþrjótandi þorsta við að veita topp þjónustu og það er eiginlega sjúklega gaman af því þegar maður er svona nýr hérna að koma inn að ég fæ að heyra svo margar skemmtilega sögur frá viðskiptavinunum hvað Nóa hefur farið fram úr væntingum og gert góða hluti fyrir viðskiptavini og það er ótrúlega gaman að fá að hlusta á þessar sögur. Svo langar okkur að þakka Gunnhildi og stjórnvísi og Ánægjuvogin og allir þeir sem að koma að þessu af því að þetta er hrikalega metnaðarfullt verkefni hvernig þetta er allt saman sett saman og skorar á okkur sem fyrirtæki að gera enn betur í dag á morgun enn í gær. Var þetta ekki svoleiðis? Það er svona. Og það er líka ótrúlega gaman að það sé komið svona í happy hour tímasetningu og við getum öll farið að skála bara beint á eftir þetta. Þannig en bara takk aftur Nóa-liði, það er endalaust gaman að fá að vera með ykkur og við kýlum þetta allt saman áfram og 17 ár, þvílíkt stolt. Já, innilega hamingju Nóa, 17. árið í röð og við farðum að sjálfsögðu tíma til 3 út af Nóa, þannig að þá vitið það. Við vildum 7 fyrst sko, en við ákveðum að 3 væri svona ágætt sko. Herru, skoðun og niðurstöðunar. Nóa efst með gullmerkið 72,7 stig, Síminn í öðru 68,7 og Sín með 60,8. Það er svona töluverður munur á milli þessara fyrirtækja. Skoðum samt þróunina, líka athyglisvert að sjá að þau eru öll að lækka. Og maður spyr sér svona bara hver er ástæðan fyrir slíku. Það sést náttúrulega bara í niðurstöðunum þessi fjárfesta í þeim, þannig að getum við séð svona opinskör viðskiptavina hvað gæti verið að hugsanlega valda þessu. En já, mér finnst það alveg athyglisvert að svona öll séu að lækka. En eins og segja, ef við skoðum þróunina frá því að Nóa kemur inn á markaðinn, þá eru við bara búin að vera þarna efstir. En það er orðið, stundum áður líka verið, það er svona orðið spennandi á milli, svona minni munur á milli Símans og Nóa, en Nóa ennþá með marktækt sem er alveg frábært. Þá er komið að tryggingafélögunum. Sigurvegari og marktækt hæst allra tryggingafélaga er Sjóvá með 72,9 stig. Og það eru þau Hinrik Reynisson, forstöðumaður einstaklingsráðgjafar Sjóvá og Lára Hrafnsdóttir, markaðsstjóri Sjóvá sem ætla að veita viðurkenningunni móttökur. Þið fáið eitt saman og svo fær þú bara hérna. Takk fyrir. Sko maður er með gafi fyrir báða sko. Takk kærlega fyrir og til hamingju öll með daginn. Við Hinrik tökum móti þessari viðurkenningu fyrir hönd allra starfsmanna og þjónustuaðila Sjóvá. En Ánægjuvogin skiptir okkur gríðarlega miklu máli og er einn af lykilmælikvörðum fyrirtækisins. Og það má segja að allir okkar ferlar og rekstur miði að því að veita framúrskarandi þjónustu. Ánægjulegt að segja frá því að nú hefur verið í efsta sæti á tryggingamarkaði í 9 ár í röð og ánægjulegt að við náum marktækum mun aftur í ár. Þá er einnig ánægjulegt að sjá að við erum að hæstu einkunn tryggingafélags frá upphafi. Það er alveg ljóst að slíkur árangur verður ekki til að sjálfu sér
og hann er niðurstaða vinnu sem hefur verið unnin af metnaði af öllu starfsfólki Sjóvá ár eftir ár. Og það sem gerir Sjóvá einstakt er að þjónustulundin er ekki bundin við framlínuna, heldur hluti af allri starfseminni, frá framkvæmdastjórn og stöðsviðum og yfir í framlínuna. Það er að segja að við leggjum jafnmikla áherslu á að þjónusta hvert annað vel innan fyrirtækisins eins og við gerum við viðskiptavini okkar. Við erum mjög þéttur hópur með stuttar boðleiðir og skýrt traust til ákvarðana. Og það skilja allir hlutverk sitt gagnvart viðskiptavinum okkar og taka ákvarðanir með það í huga dag frá degi. Þannig tekst okkur að leysa málin hratt og vel og af fagmennsku og það skila sér í góðri þjónustu. En í tryggingum þá snýst góð þjónusta ekki einungis að bregðast rétt við ef eitthvað kemur upp á hjá okkar viðskiptavinum, heldur líka með því að sýna frumkvæði og með fræðslu og góðum ráðum viljum við draga úr slysum og tjónum og þannig sýna umhyggju í verki gagnvart viðskiptavinum okkar en líka hafa jákvæð áhrif á samfélagið okkar sem heild. Ég ætla að segja líka nokkur orð, lofa að vera ekki lengi. Herri, já, hjá Sjóvá þá er það viðskiptavinurinn sem er alltaf í forgrunni hjá okkur og í fyrsta sæti. Við leggjum upp með það að mæta öllum okkar viðskiptavinum á þeirra forsendum og það sem viðskiptavinurinn vill mæta okkur. Við höfum til að mynda verið að styrkja okkar rafrænu lausnir upp á síðkastið til þess að fyrir þá sem vilja vera í samskipti við okkur með þeim hætti. En á sama tíma höfum við verið að styrkja okkar sterka útibúa net fyrir þá sem vilja einfaldlega bara koma í kaffi til okkar. Samtalið við viðskiptavini okkar skiptir gífurlega miklu máli. Það er sama hvort að það sé á einstaklingsmarkaði eða fyrirtækjamarkaði. Við teljum það að með góðu samtali að þá ná að byggja upp traust, langtíma samband og getum veitt ennþá betri þjónustu og ráðgjöf til okkar viðskiptavina. En annars langar okkur að óska starfsfólki Sjóvá til hamingju með frábæran árangur og til hamingju með daginn öll. Og svo ætlum við að, ef við ekki líka þakka viðskiptavinum okkar fyrir traustið. Og þannig að takk fyrir okkur og áfram Sjóvá. Já, glæsilegur árangur hjá Sjóvá og við skulum kíkja á tölurnar á tryggingamarkaðinum og eins og segir Sjóvá margt hæst með 72,9 stig, Vís í öðru sæti með 67,8 og Vörður 67,4 og 66,6. Það er rosalega svipaði niðurst hjá Vís, Verði og TM, ansi þétt þarna á milli. Kíkjum á þróuna hérna öfugt í fjarskiptamarkaðinn, hérna er öll fyrirtækin á tryggingamarkaði að hækka á milli ára og eins og kom áðan í ræðunni á Sjóvá að þetta er hæsta einhver sem það er fengið og hækka sig hérna 3,8 stig sem er alveg frábær árangur. Það er líka 3,8 hjá hérna Vís, það er líka 3,8 hjá Verði og það er ekki 3,8 hjá TM, þetta er 3,7 en mjög ánægilegt að sjá þetta samt. En skoðum við næst þróuna TM svona í eldri tíma var með gífurlega yfirbyrði, síðan kom Vörður inn í og síðan er Sjóvá búinn að taka bara svona við keflinu frá cirka 2017-18. Þannig að glæsilegt að sjá þetta. En öll á uppleið og hefur komin í samskipti við banka, það verður gaman að vita hvað áhrif það mun hafa á næsta ári. Verður það enn meira uppleið eða er það öfugt þannig að ég er spenntur að sjá það. En þá er það ritfanga og bókaverslanir. Já, verðlaunahafi og hæst ritfangaverslana er A4 með 73,8 stig og það er Vilhjálmur Sturla Eiríksson, framkvæmdastjóri sölu og vörusviðs A4 sem veitir viðurkenningunni móttöku. Gjörðu svo vel. Jæja, til hamingju öll, frábær samkunda, frábær framkvæmd, stjórnvísi, til hamingju með þennan dag fyrir hönd okkar sem unnu. Ég er 4. ári í röð, sagði það í fyrra, ég er að reyna, ég horfði dálítið til Nova, hvað var þetta, 18? Nei, 17, já.
Það er svona spurning, þetta er að við náum ykkur, en það er sem sagt markmiðið að ná þessu endurtekið. Ég langar náttúrulega að þakka starfsfólkinu okkar. Þetta er auðvitað fyrst og fremst þeirra viðurkenning. Frábært starfsfólk sem hefur metnað fyrir því að veita framúrskarandi þjónustu og það er það sem drífur okkur áfram alla daga. Mér langar að þakka viðskiptavinunum sem koma ítrekað aftur og aftur til okkar í meiri samveru og minni skjátíma í A4 verslanirnar. Það er dálítið vaxandi þróun í samfélaginu okkar núna að leggja aðeins frá sér símann og púsla og spila og tala saman. Þannig að við finnum að það hjálpar okkur. Já, meira hef ég eiginlega ekkert að segja. Við erum bara ákaflega stolt og ánægð með þetta og þetta hvetur okkur áfram til góðra verka. Takk fyrir mig. Já, það er mikið A4 og skoðum stigin 73,8 og 72,7. Þetta er 1,1 stigsmunur. Og bara vel þessi vikið, það er skoðum hvernig þróunina. A4 er bara með nákvæmlega sömu einkunn við vorum í fyrra, 73,8. En Penny Neymundsson nær að hækka sig 0,9 stig. Þannig að þetta er ansi spennandi. Já, við sjá þetta að Penny Neymundsson var yfir frá 2019 til 2021. Síðan var þetta hefur A4 svona tekið við og sjáum bara hvernig næsta ár verður. En nú er komið að næsta markaði sem eru glænýir markaðir. Ég er ansi spenntur í þessu. Skyndibitastaðir. Haldið að sé nú, en þetta er mjög spennandi. En verðlaunahafi og hæstir allra skyndibita eru Tokyo Sushi með 75,7 stig og það er Ari Alexander Guðjónsson, yfirkokkur, rekstrarstjóri sem veitir viðurkenningu móttöku. Takk kæra fyrir þessa viðurkenningu. Fyrir mig snýr ánægja viðskiptavinnu starfsfólk okkar. Starfsfólk okkar skiptir öllu máli, hvernig það mætir gestum og leggur sig fram á hverju daginn. Við hlustum á endurgjöf frá viðskiptavinnum og reynum að gera betur. Og ég vil þakka viðskiptavinnu fyrir trösti. And to all 160 staff members, thank you for your hard work. When we do something wrong, we step up, take responsibility, and do everything we can to make it right for our customer, no matter the time, cost, or manpower. This award stands as proof of that commitment, and it belongs to you. Takk kærlega. Það er mikið Tokyo Sushi glænýir markaðir sem að kanna og höldum áfram að mæla, sannarlega. Hérna sjáum við svona stærstu fyrirtæki sem flestir að versla við á Íslandi og hérna sjáum við einkunnunar. Tokyo Sushi með 75,7, Hamborgarabúlan, hún er hérna með 74,4, það munar ekki með 1,3. Og síðan eru svona stóru keðjur, Domino's og KFC og Subway sem eru með 66,4, 65,1 og 65,0. Það er samt alveg töluverður munur á milli þeirra og Tokyo Sushi og Hamborgarabúlunar. Þannig að það verður spennandi að sjá. Það er engin þróun, þannig að fyrsta skipti sem við könnum þennan markað. Þá erum við komin í næsta markað sem heitir húsgagnaverslanir. Sigurvegari og marktækt hæst húsgagnaverslana er IKEA með 76,9 stig og það er Trausti Friðbertsson, þjónustustjóri IKEA sem veitir viðurkenningu móttöku. Hei og hjartans þakkir. Hamingjuóskir til ykkar allra. Ég ætla að hafa þetta stutt svo að fólk komast í búblur. Það er að sjálfsögðu starfsfólkið sem skilar þessum árangri en hjá IKEA
samheldinn og skemmtilegur hópur. 44 þjóðerni sem hjálpast að við að láta vélina ganga. Við gerum ýmislegt og erum alls konar og það virkar bara ótrúlega vel. Á morgun fögnum við þessari viðurkenningu til Sammans og höldum svo áfram að kraftsamla okkur í gegnum hlutina. Takk kæra samstarfsfólk, takk viðskiptavinir, takk svo mikið, hei då. Takk fyrir að stundlega gott, getið fyrir klúkunar. Við skulum skoða niðurstöðunar. Það hérna IKEA með 76,9 og gullmerkið bara frá upphafið mælinga þegar þeir byrjuðu að mæla þá. Og Jysk, sem hétaði rúmfattalægurinn, hann komið hérna 68,4. Skoðum þróunina. Þeir lækka eilítið það milli ára, þó hans ekki margtökumunur. Þetta hérna 1,3 stig og Jysk lækkar 0,6. Og ef við skoðum bara frá því að byrjum að mæla þennan markað árið 2020, þá hefur hérna IKEA tekist bara að vera hérna á toppnum. Þannig að, en við bíðum spennt eftir næsta ári, sko, sjá hvernig það verður. Þá komum við að raftækjaverslunum, gjörðu vel. Já, sigurvegari og marktækt hæst allra raftækjaverslana Elko með 77,1 stig. Og það Óttar Örn Sigurbjörnsson, framkvæmdastjóri Elko, sem veitir viðurkenningunni móttöku. Sleppur ekkert við að fá blómin? Nei, blómin. Nei. Takk fyrir. Til hamingju. Þann árið í röð. Fjöldlega maður ánægður að vera hérna. En bara sælir kæri gestir og til hamingju öll þau sem að fá verðlaunin í dag. Hérna, ég heiti Óttar Örn Sigurbjörnsson og framkvæmdastjóri Elko og takk stjórnvísi fyrir hérna viðburð og prósent fyrir mælingar. En þessi verðlaun eru rosalega viðurkenningar á okkar árangri. Það við búin að vera 6 ár á vegferð að eiga ánægðustu viðskiptana og það búið ógeðslega erfitt. En hérna, þetta tókst. Við erum búin að fjárfesta blóð, svita og tár, búin að fjárfesta tíma, peningum í þetta, búin að ótrúlega mörg verkefni, stofnum við viðskiptavinnaráð á árinu og hérna, og þetta tókst. Við getum loksins sagt við eigum ánægðustu viðskiptana á raftækjamarkaði. Yes! En við erum að fá ári hverjum 2 milljónir viðskiptavina inn í verslanir okkar, við erum að fá 8 milljónir inn í vefverslunina, við erum að senda út 150.000 neytendapantanir, við erum að taka út 110.000 í þjónustuverið, erindi, og við erum að taka út 100.000 skilavörum, ég myndi allar tölunar, og hérna, þetta eru allt snertipunktar við viðskiptavina, þetta eru allt snertipunktar þar sem við þurfum virkilega að veita framúrskarandi þjónustu. Þess vegna finnst mér svo merkilegt að við séum að taka á móti þessu verðlaunum og svo mikil viðurkenning fyrir okkur. Þú veist, þetta er annað árið okkar, þannig að þetta er rosalega merkilegt. En ég vil bara segja, við hérna tökum marka á þessu, þetta segir okkur við séum á réttri leið til framtíðar og ég vil þakka innilega bara snillingunum í Elko, starfsfólkinu fyrir sem ég vona séu mörg að horfa á og takk kæri stjórnendahópur, forstöðumannahópur, þið eru besti í heimi, besti hópur á Íslandi og kæra þakkir til okkar samstarfsfélaga í Bakkanum og Festi og Yrki sem eru búin að hjálpa okkur á þessari vegferð og til allra samstarfsfélaga sem eru með okkur í þjónustunni, Drop, einhvers staðar í salnum og fleiri. En bara á sjálfsögðu, bara á lokum, þakkir til allra viðskiptavina, án þeirra þá væri við atvinnulaus hérna líklegast, þannig að bara takk hérlega fyrir. Já, einnig til hamingju Elko og við skulum skoða stöðuna hérna. Nú einmitt Elko með gildamerkið og marktækt ánægðustu viðskiptavinna og eru þarna 3 stigum yfir heimilistækjum og við skoðum þróunina þá er fyrir að hækka hérna 0,9 og meðan heimilistæki er að lækka 1,4 stig. Mér finnst það ákveðið táknum sko að tala því stærri sem fyrirtækin eru því erfiðara að vera með ánægðari viðskiptavinni. Mér finnst Elko hafa svona sýnt fram að það þú getur verið með ánægðustu viðskiptavinni þú veist stærstur sem mestu hlutdeildina en þeir eru með yfir 70% hlutdeild cirka held ég á þessum markaði sko. Þannig að bara vel sér vikið. Skoðum stöð þróunina. Þegar eitthvað gerist, flott. Búið að útfæra svona tæft á frá við byrjum að mæla þetta árið 2020
en heimilistæki var hérna yfir og síðan breytist allt 2024 og núna marktakt hæstir 2025 og vonandi farið bara enn hærra á næsta ári, það verður gaman að sjá. Þá hefur komið að apótekum. Og hæst allra apóteka er Lyfjaver með 79 stig og það er Hákon Steinsson, framkvæmdastjóri Lyfjaver, sem veitir viðurkenningu móttöku. Takk fyrir. Það er leggja þetta hérna. Ég kem með apótekspoka hérna fyrir okkur í dag. Það er alveg afskaplega gaman að standa hérna núna, annað árið í röð. Ég er mjög stoltur fyrir hönd Lyfjavers og samstarfsmanna minna fyrir þessa og já, gaman að sjá þessa niðurstöðu. Það er án efa að okkar frábæra starfsfólk, það kemur okkur á þennan stað. Það er bara númer 1, 2 og 3. Það er þannig, við leggjum okkur fram eins og við getum og höfumst í þessu að þjónusta og hjálpa viðskiptavinum. Og þegar eitthvað kemur upp á, að þá er okkur mjög and að skilja við viðskiptavinin glaðan og þannig að hann fari frá okkur. Það er svona skemmtilegustu símtölum sem að geta verið. Einhverjir er kannski mjög óhressir með eitthvað og geta komið þeim frá okkur þannig. Og við náum til ótrúlega stórs hóps. Það kannski þekkja flestir Lyfjaver sem apótekið á Suðurlandsbraut er ekki mikið á sér. Og við erum ekki einungis apótek á einu stað, við erum ekki heldur einungis apótek sem að færir landsmönnum öllum lyf á mjög hagstæðu verði land allt. Við dreifum lyfum land allt. Heldur teygju okkur í rauninni ennþá lengra. Það er fjöldi landsmanna sem á erfitt með að fara út í apótek eða halda utan að tína saman lyfin sín sjálf, halda utan að taka lyfin á réttum tíma. Einnig er fólk á besta aldri sem er að stúsast eða eltast við það að fara út í apótek og bíða eftir lyfjaafgreiðslunni, eltast við læknana eftir lyfseðlum og svoleiðis og svo tína saman lyfin og muni eftir að taka þau. Og það er kannski eitt sem við erum líka hvað þekktust fyrir og það er þetta sem er í pokanum hérna. Það er lyfjaskömmtun Lyfjavers, þar sem við pakkum öllum lyfjum í poka. Og við leysum þessi vandamál fyrir viðskiptavin okkar. Við gerum lyfjaintökuna áhyggjulausa og spörum þeim tíma, hvort sem það séu amma og afi eða ég og þú hérna. Að þá er þetta til þess að flýta fyrir og auðvelda líf okkar og öll erum við núna í hraðanum að reyna að auðvelda okkur lífið. Við kaupum okkur áskriftir af þessu og notum gervigreindina til þess að hjálpa okkur með lífið og flýta fyrir okkur. Og þetta er sannarlega lausn sem að hjálpar fólki verulega. Þannig að það er gaman svona að sýna ykkur þetta, það má ekki gleymast. Ég vil þakka viðskiptavinum Lyfjavers traustið. Við erum hérna náttúrulega vegna þessara góðu niðurstöða sem að koma þaðan og að sjálfsögðu okkar frábæra starfsfólks og svoleiðis. Ég þakka kærlega fyrir okkur og ég bara vona að við sjáumst kannski aftur á næsta ári hérna. Það er hörð samkeppni á apóteksmarkaðnum. Ég veit að, já. En takk fyrir mig. Efst annað árið í röð og ef við skoðum niðurstöðunar hjá mér hérna að það sem maður lítur á tölur, það eru rosalega háar tölur bara heilt yfir þennan markað og fólk hefur virkilega gaman að fara í apótekið. Konur eru náttúrulega ánægri, kannski kaupa sér eitthvað annað þar, ég veit það ekki. En 79 stig, bara mjög vel gert. Síðan kemur Lyfjaval með 78,3, þannig að það er alveg spennandi á milli, 0,7 munur. Apótekarinn 77,7 og síðan koma aðeins lægri einkunnir. Skoðum kannski þróunina að þá er Lyfjaver að hækka sig hérna 2,4 stig.
sem bara mjög flott og líka hækkar lyfjaverð og apótekarinn er að hækka svona einna mest meðan Lyf og heilsa lækkar cirka 3,4 stig. Þannig að töluverðar breytingar en svona, þú veist, margt í gangi og ekki margt eitthvað munur milli fyrsta og annars sæti en mjög háar einkunnir og við spurðum alltaf áður sko hvar verslar oftast og þá var fólk svona stærstu apótekin að koma þar inn en nú spurðum við bara hvað eru verslað við á síðustu 3 mánuðum og þá fólk að versla við fleiri en eitt apótek og þá svona, sjáum við meiri svona samkeppni á þessu markaði. Þannig að þetta eru mjög svona, bara mjög spennandi að milli þessar fyrirtækja og ég er bara spenntur að sjá næsta ár með þetta. Og ég ætla að segja sýningu ganni svona öll þau fyrirtæki sem eru undir verslunum eða svona smásölu markaðunum, svona retail. Þarna sjáum við öll saman og sem ég var að segja áðan, það sjáum við hérna lengst til vinstri að apótekin að koma þarna hæst. Og hæsta einkunni 79,0 og síðan fer alveg niður í 65,9. Og það eru raftækjamarkaðurinn og apótekin eins og áður segir, IKEA og síðan eru hérna vínbúðina líka. Við getum ekki búið til marka þar ennþá upp á samkeppnin að gera. Það kannski breytist að fólk geti farið að versla við fleiri. Þá var ég sér markaður með það og þeir eru þarna með 70,9 stig. Þannig að það er dálítið munur þarna á milli en það er eitthvað mjög sterkt með apótekin. Þá er komið næst af eldsneytis- og hraðhleðslustöðvum. Sigurvegari og marktækt hæst eldsneytis- og hraðhleðslustöðva er Costco með 81,3 stig. Og það er Sólrún Hafþórsdóttir aðildar- og markaðsstjóri Costco á Íslandi sem veitir viðurkenningu móttöku. Takk fyrir kærlega og til hamingju. Það er rosalega gaman að fá að vera komin aftur með ykkur hér og fagna þessum degi og þessum árangri. Þetta er þriðja skipti sem ég fæ þann heiður að taka á móti þessu en við höfum verið marktækt hæst á eldsneytismarkaðinum síðan við opnuðum 2017 og þetta er mjög hvetjandi og skemmtilegt fyrir okkur af því að við leggjum mikið metnað á að bjóða hágæðavörur á lægstu mögulegu verði og ég veit að fyrir mér þá bara nýlega, þetta telur ekki með í þessu en þegar þau voru að fella niður olíugjaldið það var mikið óvissa í kringum hvort þetta myndi skila sér til viðskiptavina og mér fannst það skipti bara öllu máli að sjá viðbrögðin meðlima okkar að þau vissu það að það gæti treyst á okkur að við myndum bjóða besta verði og enda hefum við lækkað 3 sinnum og erum alltaf að keppast við að halda þessu áfram og ég held að það er ákveðin nostalgía að koma til okkar og vekla upp á í hrauninu, fallega hrauninu hérna í Kauptúni og að vita það að það eru starfsmennina alltaf til staðar og tilbúin til að aðstoða og þetta er eitthvað voðalega útbúið fallegt. En svo er margt spennandi, ég er rosa spennt að sjá að við höfum hækkað hérna í matvörumarkaðinum að það er þetta að keppa við króna og alltaf en bara mjög stolt af því, mjög ánægð með okkar starfsfólk og vildi þakka þeim fyrir að bara allt sem þau eru að gera. Við erum alltaf að læra meira að þróa okkur áfram og reyna að gera betur og svo eru margir markaðir sem við viljum komast inn í, við erum með apótek, raftæki, nei tjók. En nei, ég bara er orðin mjög spennt fyrir ánægjuvógina og ég bara rosa gaman að fylgjast með öllum og bara að sjá ykkur öll og til hamingju og góð skemmtun og takk við viðskiptum meðlimur og takk við starfsfólkið okkar. Við lætum hamingju Costco eldsneyti og hérna sjáum við tölunar. Costco eldsneyti með 81,3 stig, alltaf verið mjög háir og bara frá því komin á markaðinn. Og sjáum við hérna samkeppnisaðilina og ég ætla að kannski sýna ykkur þróunum líka hérna bara strax. Það er svona skemmtilegra. Þarna sjáum við að Costco eldsneyti hækkar 0,3 stig og orkan hún að hækka hérna 2,2 stig og var hástökkvarinn í fyrra að sínu markaði. Og Atlansolía hækkar líka, OB hækkar líka og N1 eru líka hækka. Það eru öll að hækka en mismunandi mikið og ef við skoðum hérna þróunina á markaðinum að þá hefur eiginlega aldrei verið lítill munur á milli Costco eldsneytis og orkunnar en þetta eru samt 6 stig, það er smá eftir en
þetta verður mjög spennandi að sjá hvernig þetta muni þróast. En eins og segi, bara liðið Costco komin á markaðinn, á eldsneytismarkaðinn, þá hafa þær sannarlega verið að standa sig vel. Og síðan verður gaman að sjá bara breytingu á bensínverði og ýmsu fleira, hvernig þetta muni þróast. En það eru svona 20% heimila á Íslandi sem eru á rafmagnsbílum, þannig að þegar það áttur að aukast þá kannski muni myndin eitthvað aðeins breytast. Þannig að margt eftir að gerast þarna, klálega. Herru, þá er komið að póstþjónustufyrirtækjum. Og sigurvegari og marktækt hæst póstþjónustufyrirtækja er Dropp með 83,9 stig. Og það er Hrólfur Andri Tómasson, framkvæmdastjóri Dropp, sem tekur á móti. Gerði það. Takk fyrir. Já, fyrir okkur þá er þetta ekki bara einhver mælikvarði eða einn af mörgum. Ánægja viðskiptavina er bara mælikvarðinn okkar. Við erum búin að horfa á þetta frá því að við stofnum fyrirtæki 2019 og erum með fleiri aðferðir til þess að fylgjast með þessu. Og allt starfsfólki okkar veit í rauninni frá degi til dags hvernig þessi mælikvarði er að þróast. Og bara ekkert smá ánægjulegt að vera komin hérna núna 3. ári í röð. Og svona það sem er að frétta af okkur frá því að við komum hérna fyrst fyrir þá 2 árum er að fyrirtæki hefur tvöfaldast á stærð. Þannig að við erum núna að afhenda tvöfalt fleiri sendingar heldur en þá og erum með bara upp á hár sömu einhvern í ánægjuvoginni. Þannig að markmið okkar, fólk spyr okkur mjög oft hvað er á döfinni hjá okkur. Og þau búast við að við sem að fara að tala um dróna eða vélmenni eða eitthvað. En svarið sem er fyrir eitthvað boring er bara við erum að reyna að stækka fyrirtækið og halda ánægju viðskiptavina. Og það er mjög margt sem breytist þegar að fyrirtæki stækka, þannig að við erum gífurlega stolt af því að þetta tekist svona vel hingað til og sjáumst vonandi á næsta ári. Takk fyrir. Þriðja ári í röð og stækkum helming og halda sömu ánægju. Það er frábært og með gildamerkið 83,9 stig og það er alveg tölur munur hjá þeim og DHL sem er í öðru sæti. Það er 11 stiga munur. Skoðum kanni þróunina og sjá þeir eru bara með svipað einhvern, þetta er 0,3 munur hjá Dropp. DHL er að hækka sig 3,5 stig og smá hækkun Eimskip og Pósturinn er að, þó við séum eftir, þá er samt að hækka sig mest. Og alveg athyglisvert að sjá þróunina þegar við byrjuðum að mæla Póstinn 2019. Þeir voru í 45 stigum, þannig að þeir eru að fara úr 45 upp í 60 eitthvað stig sem er gífurlega árangur þó að margt eftir að ganga upp betur en já, sjá bara hvernig næsta verður þarna. En þá erum við alveg að klára þetta, nú er komið að bönkunum. Já, merkilegt að enda á þeim því að stundum byrjuðum við á bönkunum. En sigurvegari og marktækt hæsta bankamarkaði og jafnframt með hæstu einkunn allra í íslensku ánægjuvoginni er Indó með 84,7 stig og það er Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, markaðsstjóri Indó, sem veitir viðurkenningu móttöku. Gjörðu svo vel. Það er gaman. Heyrðu, ok, til að hamingju öll og ég ætla að reyna að vera fljóta því ég veit að það er allir að drífa sig að fagna. Já, takk líka stjórnvísi og prósent. Þetta er rosalega mikilvæg mæling eins og við vitum öll. Þetta er svo faglega gert og óháð mæling sem skiptir máli. Og já, við erum eiginlega bara svolítið meir og ánægð að standa hérna aftur annað árið í röð af því að þegar við vorum í fyrra þá er svolítið svona nýja brumi, við erum að vera 3 ára í næstu viku. Þannig að vera annað ári í röð núna er eiginlega svolítið trillt fyrir okkur að það var svona einmitt nýja brumi í fyrra og núna gerist mjög mikið á einu ári í litlum sparisjóði. En núna erum við 30 starfsmenn
og við erum í dag að þjónusta yfir 100.000 viðskiptavini og við erum í dag saman rúmlega fjórðungur fyrirtækisins á borðinu og hinir eru niðri á skrifstofu að undirbúa. Vorum að panta Tokyo Sushi og úr snjallvísinu Krónunnar og svona að undirbúa partí. En það sem maður náttúrulega útskýrir, eins og við vitum öllin inni, sammerkt með ykkur öllum saman, að það samtalið við viðskiptavinin. Og við erum auðvitað, að þróa Indó með viðskiptavininum, ekki fyrir viðskiptavinin. Þannig að við erum svo heppin að Indó er nenna að tala við okkur og hitta okkur og spjalla við okkur og segja okkur hvernig hlutirnir eiga að vera og hvernig hlutirnir eiga ekki að vera. Og svo nefna þau sjálf þegar við erum að spyrja þau og þá nefna þau að þegar þeim vantar síðan aðstoð og þá heyra þau alveg geggjuðu teymi og þjónustuteymi okkar er alveg einstakt og þau eru ekki bara að leysa einstök mál, þau eru alltaf að reyna að skilja aðstæður og fólk og hvað það er sem eru að gangi í gegnum til þess að gera hlutina næst enn betri og einfaldari. Það er það sem við gerum og já, ég veit við erum allir að fara að fagna. Það er líka tími fyrir okkur að fagna. Við eigum það til að, þetta er svo mikið hvatning og við eigum til að halda áfram og gleyma stundum að staldra við að fagna, en við ætlum svo sannarlega að fagna í dag. Þannig og til hamingju öll. Takk fyrir. Já, innilega til hamingju Indó. Martakt efst með 84,7 stig og það er töluverður munur hérna á Indó og Auð samanborið við hina bankana. Það er alltaf gott að fara beint í þróunina og þrátt fyrir mjög háa einkunni fyrir á Indó þá ná að hækka sig 0,3 stig. Það er alltaf erfiðara að þetta hærri sem að verður. Auður lækkar eilítið 1 stig, Landsbankinn hækkar hérna 3,3 og Arionbanki líka hækkar alveg vel líka milli ára og síðan er svona 0,4 hækkun hjá Íslandsbanka. Þannig að það er alveg töluverður munur þarna á milli og skoðum bara ganið þróunina fullt af línum hérna. Ég segi þetta alltaf, þannig að gerist eitthvað 2008 í hruninu, þá lækkuðu allir. Síðan var allt á uppleið en síðan þegar kemur hérna svona krísa á markaði eða svona ímyndar þáttur, eitthvað sem er ekki nógu vel farið, að þá hefur það sannarlega áhrif á viðhorf viðskiptavina og ánægju. Við sáum hérna Íslandsbanka að lækka en leiðin að togaði líka niður samkeppnisaðilana líka. Og síðan þessu tvö litlu strikarnir uppi, þetta er þá Evra Indó og hitt Auður. Þannig að þetta er bara frábært og verður samt spennandi að sjá samt á næsta ári. En nú erum við búin að fara yfir hérna alla markaðina og við ætlum að svona lokin sína svona 3 fyrirtæki sem hækkuðu mest á milli ára. Það var HS Orka, bara Eldgos upp pluss 7,6, Pósturinn 5,2 og Apótekarinn 4,9. Þannig að þetta var svona hástökkvarar ársins hjá okkur. Og 3 efstu fyrirtækin hjá okkur er Indó með 84,7, Dropp 83,9 og Costco Eldsneyti 81,3. Þannig að hér eru topp 3 fyrirtækin sem sannarlega gott að líta til og vita hvað þetta er að læra af. Það er bara innilega öll til hamingju og Gunnhildur, viltu ekki hafa einhver lokaráð svo en ég? Jú, það er bara svo ótrúlegt að við erum alltaf að hugsa tíma fólks og annað hjá stjórnvísi og efla stjórnendur. Og öll þessi afhending og 14 viðurkenningar er búið að taka 1 klukktíma. Það er nú vel gert, finnst ykkur ekki. En mér langar að sjálfsögðu óska öllum þeim sem hugað ánægju viðskiptavina til hamingju, hvar sem þeir eru í ánægju voginni. Og náttúrulega sérstaklega ykkur öllum sem hér eruð inni. Og ég vil auðvitað þakka Skjáskot sem eru snillingar í að taka upp hér í dag og við ræðurnar ykkar að þær eru klipptar niður og þær hafa fengið 20.000 áhorfa. Það er ekki bara 1000 eða 500 eða eitthvað. Það er alveg með ólíkindum og það er verið að kenna þetta í háskólum landsins og skoða og þetta er svo mikið afl í þessu að það er alveg stórkostlegt. Og auðvitað þökkum við Íslands, eða þökkum hótelinu fyrir frábæra aðstöðu og ekki síst ljósmyndarunum okkar sem að textunum að bara láta alla líta vel út á myndum, hann Haraldur Thors. En svo er það síðast en ekki síst og ég ætla að fá þau til að koma þetta upp að það eru starfsfólk prósent að það er svo gott að vinna með aðilum sem að prófa eins og við sáum stundum með munurinn lítill og þá er bætt og bætt við kannski í grunninn að því að munurinn getur verið svo lítill, það getur bara bæta við 500 eða 50 viðbót eða nokkrum en það er sem eru þar, það er bara það vinna svo vel og maður getur treyst eins og 100%.
Það er ekkert eins og í dómgæslunni að setja múta neinu þar, sko. En ég ætla að fá prósent hérna upp þannig að þið getið séð þetta frábæra fólk. Þannig að prósent og líka þeir sem eru í stjórn Íslensku ánægjuvoðunar og verðandi í stjórn. Þannig að þið sjáu þetta frábæra fólk. Þannig að við skulum bara klappa þig hérna upp í dag. Það átt að koma allavega hingað. Sko ég vil að þið sjáast í mynd svona í lokin, bara hérna, þannig að fyrir hönd okkar allra sem hér erum þá þakkum við ykkur fyrir daginn og svo er eitt sem skiptir öllu máli. Að það er náttúrulega núna í lokin að þið sjáum við erum búin að setja upp hennar svakalega flotta bakgrunn og fréttatilkynningarnar eru tilbúnar og blöðin komið með þar. Þannig að til þess að góð fréttatilkynning verði enn betri þá þarf að fylgja henni mynd. Þannig ég ætla að biðja alla þá sem veitti viðurkenningunni móttöku að taka blómvendi sinn og fara í myndatöku strax og skilja bara eftir rammana. Nú fengu allir ramma, þið kannski tóku eftir því hvort sem það var blátt eða gull. Þið eru sigurvegarar, hæst á ykkar markaði og fyrir hönd okkar allra þá bara þökkum við ykkur bara innilega fyrir og til hamingju með daginn.